En amma Guðríður, hún var fædd 7. desember 1875. Hún ólst upp á Skarði í Selárdal. Skeiði. Skeiði, já. Skeiði, já. Það er rétt hjá Skarði, kannski. Foreldrar hennar voru Ingibjörg Helgadóttir og Guðmundur Þorsteinsson. Hún missti foreldra sína þegar hún var 22 ára gömul. En þá gerist hún vinnukona að Neðrabæ í Selárdal og hafði verið með bróður sinn, Ingibjörg Benóni, 4 ára gamla. Á Neðrabæi kynntist amma bónda syninum á bænum, hún á Guðmundur Sigurði. Það tókust með þeim ástur og framhaldið var þessi ætt sem hingað er komin til að minnast uppruna síns. Afi var fæddur á Álftamýri í Arnarfirði 3. september 1876. Foreldrar hans voru Magdís Sigurðardóttir og Jón Ólafsson. Fyrir nánar út í það hérna eftir. Hann ólst upp með foreldrum sínum að Álftamýri til 5 ára aldurs. En þá fluttu þau suður yfir fjörðinn að Bakka í Ketilsdölum. Þar bjuggu þau í 5 ár og fluttu svo að Neðrabæ í Selárdal þar sem þau bjuggu í 14 ár. Árið 1900 flytur fjölskyldan að Sellátrum í Tálknafirði. En þá er afi 24 ára gamall og amma 25 ára. Afi og amma giftu sig 16. nóvember 1901 og munu hafa byrjað sinn búskap að Tannanesi sem var við hlíðin á Sellátrum eða þar sem flugvöllurinn er núna, þeim við sagt. Ekki voru þau þar lengi því árið seinna eða 1902 kaupa þau Sveinsiruna sem þótti mikið í ráðist að ungu og litlu fólki. Á Sveinsiri bjuggu þau síðan alla sína tíð. Ekki veit ég hvernig Ungfjörðs var í Tálknafirði í þá daga en mér er næra að halda að Sveinsar hefði verið nokkuð stór býli á þeirra tíma. Afi var gæfumaður og sveitin hans mun lengi búa að heillaríka störfum hans. Hann var sæmdur riddarakrossins íslenskra fálkaorðu í viðurkenningarskyni fyrir þjóðnýtt störf. Afi lést á Sveinseyri 7. júní 1953. Amma lést á Hrafnistu í Reykjavík 4. júlí 1967. Blessuð sé minning þessara merku hjóna. Hann kemur þar á einhvern bar, sko. Hittir þar kall svona, heldur mikið töffar og er rosalega flottur skó. Og Heiðar fyrir að spyrja hvernig skóri, þetta eru krókódílaskór sem ég kallar. Já. Og þeir eru náttúrulega ekki til á Íslandi. Þannig að Heiðar fyrir bara til Afríku og allar að græða máli, sko. Og hann fyrir þangað og svo heyrist ekkert í kallinu í fleiri vikur, þannig að ég veit ekki hvort að Kókó er Heiðar að það veit mig. Þannig að þau eru alveg komin í svörtustu skóa Afríku. Var alveg ekki á stundið að leita kallinu, þá heyrðu þau eitthvað mannamál, sko, og ganga á þá. Og þá sjóðu, sko, 100 krókódíla, sko, alveg steinduðu og kallin segir svona, ég ætla að drepa 1 krókódíl í viðbót og ef hann er ekki í skóm, þá er ég færið heim. Not ever proud to be seen. Her kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't
völlur grær og vetur hlýr og verður sólin kem ég heim og hyggi þig vel hjá þér alla stund hjá þér alla stund við þykjum saman bæði sveit sem blasir móti sól þar ungur yfir landið mitt mun ljá og veita skjól ljá og veita sól slær silja voga sjáðu jökulinn loga allt bjart fyrir okkur tveim því ég komin heim að ferðalokum finn ég þig sem ég fagnar höndum þeim ég komin heim já ég komin veita sól slær silja voga sjáðu jökulinn loga allt bjart fyrir okkur